Hugmyndin kviknaði þannig að við erum með framleiðslu, fiskeldisframleiðslu í landinu sem undirlögð ákveðnum reglum förgun á úrgangi. Hins vegar þá veljum við að líta á þetta fyrst og fremst sem auðlind. Þarna falla til næringarefni sem hægt að nota í ýmislegt annað, eins og til dæmis í okkar tilfelli að prófa við ræktun á túnlendi eða akurlendi. Og til dæmis í þessu affallsvatni frá fiskeldinu fosfór og það talað yfirvofandi fosfórskort í heiminum og þar af leiðandi ótrúlega vitlaust að vera að henda þessu og reyna ekki að finna einhvern farveg fyrir að nota þetta. Þannig kviknaði hugmyndin. Og þið sem sagt voruð í samstarfi við Silfurstjörnuna í Öxarfirði og prófuðu sem sagt að bera þessa seyru á ákveðið svæði síðasta sumar, ekki satt? Jú, við gerum það. Hjá Silfurstjörnunni í Öxarfirði sem landeldisstöð að þá veita þau affallsvatninu í tjörn sem mjög gott vegna þess að þá ná agnir úr affallinu að setjast og það voru þessar agnir, seyran sem við höfðum augastað á og vildum skoða hvað í henni, ekki samskonar efni og að finna í áburði í þessari seyru og svo í öðru lagi það ekki nóg efnin séu til staðar vegna þess að það má ekki vera neitt neikvætt til staðar líka. Þannig að við vildum skoða áhrif á gróðurvöxt eða túnrækt í rauninni. Og hvernig fór þessi rannsókn fram? Tókuð þetta bara beint úr þessari tjörn og báruð á eða hvað? Þetta ekki svona einfalt vegna þess að við erum líka að horfa á umhverfið okkar með tilliti til flutninga og að vera að dæla þarna upp úr þessari tjörn sem inniheldur náttúrulega mikið vatn líka. Það einhver botnlög sem við erum kannski með augastað á en það mikið vatn líka þarna. Og vera að vinna þetta þannig að við séum að flytja vatn fram og tilbaka ekki eitthvað sem við vildum sjá. Þannig að við gerðum hérna alveg grunntilraunir í raunin með að hálfþurrka þetta, mjög einfaldan hátt, moka þessu upp úr tjörninni, leyfa vatni að síga af í pókum, svona hálfgegndræpum pókum og fórum síðan með hálfþurrkaða seyru og bárum á tún. Það að segja nýrækt. Það sem var verið að rækta fóðurkál. Já, það var að rækta fóðurkál og það svolítið mikilvægt líka vegna þess að vandamáli við þetta sem þetta hefur verið skoðað víða heim og vandamáli og meðal annars Kópavogi. Og þá lentu menn í því að það kom ekki fugl vegna þess að þetta náttúrulega næringarefni og fuglinn sækist í það. Þannig að það ekki heillvænlegt að bera þetta á tún sem slík. Þannig að við horfðum frekar á nýrækt að geta plægt þetta onni í jarðveginn, bara líkt eða þjappaði svona í jarðveginn líkt og gert við áburð á nýrækt. Gert við áburð og fræ þegar verið að sá í nýrækt. Þannig að við prófum þetta með þeim hætti í samstarfi við bónda á svæðinu þarna og var bara mjög skemmtileg tilraun og áhugaverða niðurstöður í alla staði, myndi ég segja. Og nú erum við forvitin að vita, hvernig nýttist þetta? Hvernig kom þetta út? Þetta var mjög fín tilraun þannig séð. Við settum hann upp í samráði við sérfræðinga í jarðrækt hjá Landbúnaðarháskólanum og þá vorum við með 4 mismunandi styrkleika af seyrunni sem við blöndum þá innan ákveðina reita af ákveðinni stærð, mismunandi magn og til samanburða voru samskonar reitir með áburði og síðan slegið innan úr þessum reitum, þannig að við gerðum þetta allt eftir kúnstarna reglum og eftir leiðbeiningum sérfræðinga, slegið bara fermeter innan úr reitunum og mælt bara bæði í rauninni uppskýrmagn og svo samsetningin á þessu káli sem kom upp úr reitunum og það svona í stuttumáli þá voru þessi styrkleikar sem við prófum, þeir voru ekkert úr lausu lofti gripnir, heldur voru þeir miðaðir við mælingar sem við höfum áður gert á seyru úr setjörninni og í minnstu styrkleikunum þá óx kálið ekki. Það var gult og aumingjalegt og lágvaxið. Hins vegar í mestu styrkleikunum að þá óx það mjög vel. Það varð ekki eins hávaxið eins og fóðurkál með áburði en það var á hinn bóginn miklu safaríkara og miklu grænna, miklu flottara. Ég hef miklu frekar borðað það að ég hef verið kynnt. Þannig að það var miklu fallegra kál. Þannig að þetta gaf árangur, en hvað þá ekki bara fiskbragð af þessu káli? Ó nei, það bara fóðurkálsbragð af þessu káli og ég meira að segja smakkaði það og þetta mjög fallega grænt. Og það sem okkur fannst kannski áhugavert líka við þessa tilraun, við lögðum að stað svolítið neikvæð þannig séð að við héldum að það væri of mikið salt í þessum setlögum til þess að gróður geti vaxið. Við héldum að væri kannski einhver mengunarefni, einhverja óæskilega bakteríur
Og þessi tilraun með þessa seyru sem safnað var í þetta skipti var bara mjög flott sem áburður á nýrækt. Það voru engar óæskilegar bakteríunni sem eru viðmiðunarreglur kveða á að megi ekki vera til dæmis eins og í moltu. Það var ekkert slíkt. Það voru engin mengunarefni og kálið okkar óx og var fallegt. Og ég ítreka það að það mjög mismunandi samsetningin í lögunum og í mismunandi stöðum í tjörninni. Þannig að við fengum mjög spennandi niðurstöður í þetta skiptið og með þessa tegunda gróðri, en ég ekki að segja að gangi endilega í næsta skipti eða með aðra tegundir, en vissulega eitthvað sem vert að skoða frekar. Og þeir sem hafa áhuga á þessum málum geta kynnt sér þessa rannsókn ennþá betur. Þú verður með málstofu hér í háskólanum á föstudaginn í hádeginu. Já, mikið rétt. Ég ætla að kynna þetta verkefni og bæði tilurð þess af hverju við fórum á stað með þetta verkefni og svo þessa niðurstöður, þá fyrst og fremst úr mælingunum á þessu. Það eru helstu áburðarefni sem eru í áburði að finna í þessum setlögum, en það líka ýmislegt annað. Og sum af þessum efnum geta haft neikvæð áhrif á gróður en við mældum ekki slík efni í neinu mælanlegu magni, þannig að niðurstöðurnar í heild sinni eru jákvæðar en það þarf að skoða þetta betur og prófa að finna farveg fyrir notkun á þessu. Þetta ekki svo einfalt vegna þess að við erum náttúrulega að tala matvælaframleiðslu þarna. Og þarna erum við að tala annars vegar að moka upp drullu við hliðina á seyru, við hliðina á matvælaframleiðslu, sem náttúrulega bara alls ekki jákvætt og gengur ekki. Þannig að það þarf að finna einhvern farveg fyrir hvernig þetta mokað upp, hvernig þetta geymt, hvernig vatninu leyft að síga að þessu, þannig að við getum nýtt þetta til jarðræktar. Þannig að það eru ýmis mál sem þarf að leysa. En bara vissulega ástæða til þess að skoða það frekar.